Ja, Viktor, sigur á Kópavogsvelli í kvöld. Þessi hefur verið tímabær. Já, bara geggjaður leikur og eins og við segir, tímabært að við vinnum Kópavogsvelli. Hún er búin að bíða aðeins eftir þessu og bara geggjaður leikur til að klára þetta, já, hvað maður kalla þetta, run af jafnteflum og svona. Þannig að, já, bara mjög ánægður með sigur. Hvað svona fyrri hálfleikurinn hjá okkur virkilega góður, bara betur en Fram allan tíman. Þeir skora eitthvað mark þarna en svona öruggar í öllum aðgerðum. Voru þetta einhverja bestu 45 mínútur sem þið hafið spilað í vetur eða sumar? Já, manni leið allavega mjög vel og ég held að sé alveg rétt að þér. Mér fannst þið vera með á í 45 mínútur fyrir utan marki sem þeir skora. Það var náttúrulega smá klaufagangur okkur og þeir gera vel. Kom kannski smá kafli eftir það sem þeir böngu hans á dyrnar en mér fannst þið vera með þetta alveg í 45 mínútur og já, jafnvel bara allavega langbesti fyrri hálfleikur í mjög langan tíma. Já, svona því að persónulega þú varst heiðraður fyrir leik númer 250 fyrir Breiðablik. Ertu ekki stoltur af því? Jó, bara virkilega stoltur og vonandi bara margir fleiri á leiðinni en virkilega stoltur af því. Nú er það landsleikjað hér sem tekur við, hvernig lagst það í því? Bara mjög vel. Það er bara fínt að fá smá pásu núna og gott að fara inn í pásuna með sigur á bakinu. Þannig að, jú, bara leggst mjög vel í mig. Hvernig finnst þér að spila nánast inn í byrjun nóvember? Hvernig? Bara geggja, vill maður ekki bara spila eins mikið að leikjum og mögulegt er. Ég held að við fögnum því bara allir og sérstaklega stóra leiki. Við erum í þessu fyrir þessa leiki, þannig að það er bara yndislegt að spila eins lengi og við getum. Takk fyrir.